kemur seinni hlutinn af kafla 2 og þetta aðeins yfirlit yfir fræðimennina sem verið að fjalla og sem þið ætlið síðan að gera verkefnum 2 og 2 eða 3 og 3 saman. Martin Luther 1483-1546, það einn af mótmælendunum sem rís upp á kirkjunni. Hann skrifaði bækur uppeldi, að menntun væri samfélaginu lífsnauðsyn og hann vildi endurskipuleggja allt uppeldi og kennslu. Hann kom því til leiðar að föstu skólum var komið upp og kennarar voru launaðir af borginni og framlagi foreldra. Skólar voru í öllum borgum Þýskalands, latínuskólar í borgunum og ríkisreknir heimavistaskólar á landsbyggðinni. Nýjir háskólar bættust líka við. Hann barðist fyrir almennir skólaskyldi bæði fyrir pilta og stúlkur. Og þetta var nýtt, því áður höfðu náttúrulega bara stúlkurnar verið bara ef ykkur leyfði þeim að vera með þá fengu þær að læra eitthvað annars ekki. Og hann vildi að allir yrðu færir að lesa biblíun á sínu eigin móðumáli. Áður hafði biblían alltaf verið á latínu, þannig það voru eingöngu prestar og þeir sem höfðu lært meira sem gátu lesið hana. Það var boðið upp á framhaldsnám fyrir þá sem sýndu sérstaka námshæfileika og lagði áherslu á að það væri bókasöfn í skólana þannig að fólk gæti fengi bækur til að lesa, fátækt fólk jafnt sem aðrir. Jóhann Amos Comenius 1592-1670, hann var líka mótmælandi og hann skrifaði mörg rit uppeldi og kennslu og þau nutu mikilla vinsælla. Hann vildi nýta sér hugmyndi barnanna sjálfra og reynslu þeirra sem algjörlega nýtt því áður höfðu börnin bara verið þetta bara hreinlega ekki að sjást og ekki að tala. Börn áttu að læra góða siði og hegðun en ekki áttu að beita heggningum sem líka algjörlega nýtt. Hann kemur með drög að æskilegu skólakerfi. Hann vildist, hans tillögur voru þær að það var í móðurskóli sem var upp frá frumbernsku til 6 ára, þar var bara leikir. Móðurmálskóli, þar lestur, skrift og reikningu fyrir 6-12 ára. Latínuskólin, 12-18 ára og þar löngun og geta nemenda, það svona farið eftir hvað þeim langar til að gera og hefðbundna greinar. Og síðan það 18-24 ára, þar við komin í háskólan og þangað fara allra hæfustu nemendurnir. John Locke 1632-1704, hann vildi meina að við allir fæðast sem óskrifast blað. Það þetta tabula rasa sem ofta vitna til. Reynslan svo þekking sem maðurinn byggir á. Hann var líka móti líkamlegum refsingum og lagði mikla áherslu á dómgreind og gagnrýna hugsun frekar en magn þekkingar og hafði mikil áhrif á atferlisstefnuna í sálfræði. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, sem 1712-1778, hafði mikil áhrif og hefur enn áhrif og hann enn lesinn ef þið farið í háskóla í uppeldisfræði þá lesa menn enn Rousseau. Hann skrifaði uppeldismál á 18. öld. Hlutverk uppeldis að færa okkur allt það sem við höfum ekki fengið í vöggugjöf en þörfnust á fullorðinsárunum, sem sagt að kenna okkur til þess að við séum undir það búin að lifa lífinu. Margar hugmyndir í dag má finna í skrifum hans í bókinni Emil, sem drengur, sem bókin fjallar hvernig hann alinn upp og hvernig hann skólaði til. Og það á búa börnum sérstakar aðstæður þannig að þau nái sem mest persónuþroska og sérstæði sem einstaklingar. Einstaklingsmiði kennsla, sjá markmið í aðalnámskrá. Þannig við komin yfir í það. Rousseau skiptir áherslum í námi og nú erum við bara að tala stráka. Við skulum hafa það alveg á hreinu, við erum bara að tala stráka. Uppeldi drengja niður eftir aldri og í tengslu við þroska. Lokahnykkurinn að tengja Emil úr bókinni. Hið hreinlynda náttúrubarn við samfélagið. Hann alinn upp í náttúrunni, hann á að vera frjáls, hann á að fá að gera svo nokkuð með það sem hann vill en alltaf með kennara með sér. Uppeldi stúlkna átt að fara fram á heimilinu og mestu snúast að búa þær til hæfar eiginkonur. Og þau áhrif kom ekki fyrir seinna hjá honum þegar hann var gagnrýndur fyrir það að kom ekki með neitt fyrir stúlkur. Og þá skrifaði hann bókin Sophie og hún var í raununum að ala hann upp til þess að verða eiginkona Emils. Það nú eiginlega bara, ef við höfum það bara þannig. Það var ekki flóknara en það. Hann tala 3 uppalandi manneskjurnar. Það náttúran, vöxtur, hæfileika og líffæra, það hlutirnir, reynsla með því umgangast og það mennirnir sem kenna mann að gera, kennsla athafna. Það semst þetta þrennt, náttúran, hlutir og menn. Fröbel, Friedrich Fröbel. Hann stofnaði fyrsta leikskólan árið 1840, eða kindergarten. Hann lagði mikla áherslu á smábarnauppeldi og foreldrafræðslu. Þetta var alveg nýtt. Líkt og Rousseau þá taldi hann að maðurinn fæðist góður
og uppeldi felst í að búa til skilyrði svo það góða í manninum haldi áfram að koma fram. Hann stofnaði þennan leikskóla sem hann kallaði Kindergarten og ennþá kallað það í dag og þetta orðið alþjóðlegt nafn í fræðunum. Og samkvæmt honum þá leggur hann vill hafa sem sagt frjálsa sköpun, foreldrar áttu að virkja börn í leiknum, börn voru í nánu tengslu við náttúruna, hlúða að dýrum og plöntum í leikskólagarðinum og leikirnir eru til að þroska barnið. Maria Montessori er ein af þekktari aðilunum í uppeldisfræðinni. Hún er þekkt fyrir kenningar sínar uppeldi smábarna í skólum og eins og Fröbel lagði hún áherslu á frjálsræði barnsins. En frelsi takmarkast samt af tilliti til frelsis annara. Þú getur ekki gengið með því bara að þú sett frels, mátt ekki ganga yfir rétt einhvers annars til að vera frjáls. Hún var með menntun í læknisfræði og síðar í mannfræði, uppeldisfræði, sálfræði og heimspeki. Uppeldið með markvissri örvun og virkni á að laða fram það sem býr í einstaklingnum. Þannig skiptist þroskaferlið í ákveðin næmniskeið, til dæmis á ákveðnum aldri börn næmari fyrir því að læra að tala, ákveðnum aldri eru næmari fyrir samhæfingu, hreyfiþroska og svo framvegis. Barnið á að leita og uppgöta þegar það lærir. Það á ekki að hafa allt tilbúið fyrir það, heldur á það að finna hlutina svolítið út sjálf. Hún þróaði aðferðir sínar á námstagni í stofnun fyrir börn 2-6 ára, sem að kalla húsbarnana. Samkvæmt henni, þetta eru svona áherslurnar í hennar kenningum, það er að innleiða vísindin inn í skólastarfið. Hún safnaði saman, gerði sem sagt sína eigin athuganir, hún fylgdist með börnum í nám og starfi, vann úr þessu, byggði kenningar sínar á því. Sjálf ræði barnsins í vali á viðfangsefni, að börn fengi sjálf að ráða hvað þau vildu gera í skólanum, í náminu. Og þetta var nauðsynlegt fyrir þroska barnsins, að hafa val. Og uppbyldið á að vera einstaklingsmiðað. Ekki eitt fyrir alla, heldur horfa á einstaklingin og hvað hver og eitt þarf. Örvun og virkni skipta mestu í að ná því fram sem í barninu býr. Og það er þroskun skynjunar og hreyfinga, lagði mikla áherslu á ýmsa leiki og æfingar. Hún lagði þess vegna, út af þessum áherslum, leggur hún mikla áherslu á innrétting skólan skiptir miklu máli. Húsgögn eiga að vera miðuð við stærð barna og þetta var, þegar hún kemur með þessa hugmynd, þá var þetta algjörlega nýtt. Það eiga að vera stólar og borð sem börn geta setið við, eins og er í leikskólum í dag. Umhverfið á að vera snyrtilegt og notalegt. Það eiga að vera blandaðar aldurshópar í leikskólum til að þroska tilfinninga og félagsþroska. Hlutverk kennarans er að meta örvandi umhverfi og verkefni við hæfi og hann þarf að meta hvenær þarf að grípa inn í, ef það þarf að grípa inn í. Kennarar þurfa að sýna ástúð, traust og trú og getu barnsins, vera þolinmóðir og skrá hjá sér athugasemdir. Og það er miklar skráningar í gangi, stanslausar skráningar. Að vegna þess að það er það sem að þú fylgist með hvernig hlutinni ganga með skráningunum. Ekki nota refsingar, tala frekar alvarlega og af einbeitni við barnið, fá það til að skilja og ekki nota umbun. Hún hefur hlotið gagnrýni, Maria Montessori, að hún leggi of mikla áherslu á vitsmuna þroska barnsins á kostnað leiksins, hugmyndaflugs og sköpunar. Hún fær líka athugasemdir fyrir það að vilja kenna börnum á leikskólaaldri lestu, skrift og reikning. Og á blaðsíðu 38 þá getið þið fundið samanburð á hugmyndum Fröbels og Montessori og það er svolítið gaman fyrir ykkur að lesa aðeins yfir það og sjá hvernig það er. Síðan erum við Rudolf Steiner sem er Waldorf-stefnan, að hún er komin yfir á síðustu öld 1861-1925. Hans kenningar eru lífsviðhorf kennd við mannvisku, antrofósofi. Það er íhugun, sköpun, tónlist, myndlist, dans og lífræn ræktun. Þetta eru svipaðar kröfur til kennara eins og hjá Montessori og Sólheimar í Grímsnesi sem að opna 1930 byggir að ýmsu leyti eftir hugmyndum Steiners. Og svo erum við náttúrulega með nokkra Waldorf-skóla líka. Það er gert ráð fyrir þroskastig með sér sálræn einkenni. Hljómar bjánalega, en ok, fyrsta stig, þá er það líkamsþroskinn. Það er hermi hæfileiki barnsins, hvernig hermir eftir því sem við erum að gera. Við kastum bolta til barns, það kastar hann til okkar aftur. Það lætur hlut detta, við réttum hann, það lætur hann detta, við réttum hann. Þið kannist við þetta á litlum börnum. Annar stig, þá er það myndskynjun, minni og þjálfun þess, listræn upplifun og hreyfingar eftir tónlist. Partur af þessu er til dæmis þegar við erum að lesa fyrir börn. Við lesum sömu bókina 100 sinnum og við kunnum bókina orðið utan að, barnið kann hann utan að, en þetta er partur í að þjálfa minnið.
3. stig þá það andleg sjálfstæð og dómgreind, 4. stig ábyrgð á eigin hegðun. Svo það John okkar Dewey, 1859-1952, hann stórt nafn og hann bæði stórt nafn í uppeldisfræðinni og í skólamálum almennt. Hann talinn hafa haft mest áhrif á uppeldishugmyndir á Vesturlöndum á þessari öld, sem sagt síðustu öld. Heimspeki, sálfræði og uppeldisfræði. Hann kenndur við verkhyggju eða pragmatisma og hans setning sem þið þurfum öll að kannast við að læra með því að framkvæma, learning by doing. Við lærum ekki nema að fáum að gera hlutin líka. Það ekki nóg að lesa hann eða heyrum hann eða sjá hann, við þurfum að fá að prófa að gera. Þá lærum við. Hann segir að reynslan af því að framkvæma hlutina sjálfur leiði til dýpri skilnings. Áherslan því að virkja nemendur og vekja áhuga þeirra. Námið á að vera hagnýtt og nýtast fólk í lífinu. Áherslan að læra ýmis vinnubrögð, til dæmis læra matreiða. Lýðræðið hefur mikilvægt gildi, samvinna við félaga og fullorðna. Skólinn á að miðast við þarfir og áhuga barnsins og barnið alltaf í brennidefli. Skólinn á að vera svo gott heimili, þeim má líða vel í skólanum. Og skólinn brú á milli barnsins og samfélagsins. Þegar barnið búið í skólanum þá á það að vera tilbúið að taka þátt í samfélaginu. Svo erum við með Pestalozzi sem 1746-1827. Hann helgaði sig uppeldi almúgabarna. Hann taldi að sveigja þyrfti börn af félagslegum dygðum eins og vinnusemi, hjálpsemi og náungakærleika. Taldi mikilvægt að öll börn ættu að kosta skólagöngu. 3 höfuðþættir væru mikilvægstir í skilningi á umhverfinu. Það tölu, form og nöfn. Mikilvægt nám að fara frá hennu einfalda og yfir í því flókna. Ekki byrja á flóknu hlutunum, byrja á því einfaldara og taka svo stig af stigi þangað til barnið búið að ná því sem þarf að ná. Hlutverk kennarans því að skipuleggja námið vandlega, því þá kemst nemandan ekki hjá því að ná markmiðum sínum. Það semst að hjálpa nemendum að ná því sem ná þarf. Og þá erum við bara búin aftur. Þetta bara allt að gerast.